Vissuð þið að loftkælingin ykkar eins og lítil töframaður? Hún eitt af þessum hljóðlátu tækjum sem við hugsum ekki mikið en hún vinnur sleitulaust til að halda okkur þægilegum. Ímyndið ykkur, á heitum sumardegi breytir hún húsinu ykkar í ískalda vín. Það ykkar örugga aðvarp frá brennandi sólinni og allt þetta beint í stofunni. En hvernig virkar hún í raun og veru? Við skulum komast að því á einfaldan og skemmtilegan hátt. Trúið mér. Eftir að hafa horft á þetta myndband, munuð þið horfa á loftkælinguna ykkar með öðrum augum. Því stóra málið þetta, loftkælingin ykkar framleiðir ekki kalt loft. Furðulegt, ekki satt. Flestir halda að hún virki eins og ísskápur, sem einfaldlega kælir hluti, en það ekki alveg rétt. Ótrúlegt, ekki satt. Það sem hún gerir í raun að taka hitan úr húsinu ykkar og henda honum út. Hún eins og faglegur hitafjarlægir, sem vinnur hljóðlega á meðan þið slappið af. Það eins og hún reki út partyspjallara, svo allir geti notið sín í fríði. Og satt best að segja, enginn vil partyspjallara, sérstaklega þegar kemur að hita. Allt byrjar með töfraefni sem kallast kælimiðilsgas. Það ósýnilegi hetjan í öllu ferlinu, og það hér sem raunverulegu töfranir gerast. Þetta efni flæðir inn í loftkælingun ykkar í lokuðu kerfi, eins og sameinda kappakstursbraut. Það alltaf á hreyfingu, breytir ástandi og vinnur sitt verk. Í einum hluta hringrásarinnar, inni í húsinu ykkar, gleypir kælimiðilsgasið hita úr loftinu. Hugsið það sem svamp sem gleypir allan óæskilegan hita. Á þessu stigi það ennþá fljótandi, kalt og tilbúið til verks, en bráðum mun það hitna, bókstaflega. Hitinn breytir því í gas. Undur vísindana. Þessi ástandsbreyting upphaf raunverulega töfra. Síðan fer kælimiðilsgasið, nú fullt að hita, í útihlutan sem við köllum þéttin, þennan stóra kassa með viftunni fyrir utan, nálægt húsinu ykkar. Það eins og hvíldarstaður fyrir kælimiðilsgasið. Hér gasinu þjappað saman, ímyndið ykkur að þið séuð að kreista blautan svamp. Aðeins í þessu tilfelli þið að kreista hitan. Vegna þessa hitnar kælimiðilsgasið mjög mikið. Það eins og að auka þrýstingin í hraðsuðupotti. Það losun orku. Viftan blæs lofti yfir það og losar þannig innilokan hita út í andrumsloftið. Þess vegna finnið þið heitt loft nálægt þéttinum á heitum degi. Og svo kólnar kælimiðilsgasið, verður aftur fljótandi, og hringrásing byrjar aftur. Þetta endalaus hringrás skilvirkni. Hiti úti, kuldi inni. Þetta kælihringrásin. Og þetta gerist í hvert skipti sem þið kveikið á loftkælingunni. Og nú verða vísindin áhugaverðari. Engar áhyggjur. Allt ferlið fullkomin blanda af verkfræði og eðlisfræði. Allt ferlið byggist á kælihringrásinni, sem aftur byggist á grundvallarreglum eðlisfræðinar. Þetta snjöllbeiting varmafræði. Þegar vökvi gufar upp, gleypir hann hita. Þess vegna getur kælimiðilsgasið tekið hitan úr húsinu ykkar á svo skilvirkan hátt. Og þegar það þéttist, losar það hita. Einfalt en ótrúlegt, ekki satt. Það eins og náttúrulegt varmaskiptakerfi. Og hér önnur áhugaverð staðreind, hitastillirinn í húsinu ykkar virkar eins og stjórnandi allrar hljómsveitarinnar. Hann heilinn í öllu ferlinu. Hann segir loftkælingunni ykkar hvenær á að hefja hringrásina og hvenær á að stöðva hana. Án hitastillisins myndi loftkælingin ykkar ekki vita hvenær á að vinna. Svo, húsið ykkar breytist skyndilega í norðurpólinn, þurfið þið kannski að stilla hitastillin aðeins. Þetta snýst allt að finna hið fullkomna jafnvægi. Næst þegar þið kveikið á loftkælingunni ykkar, gefið henni smá virðingu. Hún leggur sér fram við að halda ykkur köldum og þægilegum. Hún ekki bara vel, hún listaverk, verkfræði og vísinda sem heldur ykkur köldum í heitu sumrinu. Og satt best að segja, hvar værum við án hennar? Þetta allt í bíli frá okkar flotta vísinda kennslustund. Ég vonaði hafið þið lært eitthvað nýtt og heitlandi. Ef þessar upplýsingar komu ykkur á óvart, ekki gleyma að smella á líka við hnappinn og gerast áskrifendur af fleiri áhugaverðum vísindaskýringum. Haldið ró ykkar vinir!